Góðan daginn og gaman að vera hérna með ykkur. Takk fyrir gott boð. Gaman að heyra svona sjónarmið með annarra í þessum geira. Ég heiti Frosti og hjá Íslensk Erfðagreiningu og við höfum verið svolítið að sækja í þessa Evrópustyrki og ég hef beðin að tala það hvernig við förum að því að sækja styrkina til Brussel. Ég var nú að skipta nafn á erindinu og eftir að ég sá hann Svein og segja þú talaðir að þeir fiska sem róa og það var ég að segja að þeir róa sem fiska. Við allavega fiskum og þar lendi hljótu að róa og en já, ég ætla áður en ég fer að tala hvernig við gerum þetta þá ætla ég nú að minnast aðeins á það hvað Íslensk Erfðagreining að gera. Ég þora eiginlega ekki að vera svo hrokafullur að búast við að allir viti hvað Íslensk Erfðagreining gerir en þykist nú samt vita að flestir hafa nú teljað sig allavega af einhverju hugmyndum það. En allavega, ég hér vegna þess að við höfum samtals sótt einhverjum 27 milljónir evra til Evrópusambandsins í þessa rammaáætlunarstyrki í fullt af verkefnum. Við höfum líka verið að sækja til Ameríku, til National Institute of Health og það svona álíka upphæðir og þetta snýst náttúrulega það. Við erum að sækja peninga til þess að stunda þessar rannsóknir sem menn vilja gera á hvaða sviði svo sem það er. Og já, það sem að Íslensk Erfðagreining gerir, við erum að stúdera orsakir, erfðafræðilegar orsakir sjúkdóma í stuttu máli og höfum til þess mjög mikla sérstöðu sem að felst í rauninni í íslensku þjóðinni og áráttu okkar til þess að rekja saman ættir okkar og vita hvaðan við komum og hverju við erum. Og fyrirtæki byrja uppástöðum fyrirtækisins fór mikil orka í það að setja saman ættfræðigagnagrunnin og núna erum við með góðan hluta af bara öllum Íslendingum sem hafa nokkuð tímann lifað inn í þessum ættfræðigagnagrunni og það er algjört lykilatriði í erfðafræðirannsóknum. Nú og svo erum við með gott heilbrigðiskerfi og það er gott aðgengi að læknum og sjúklingum og íslenska þjóðin er raunin okkar viðfangsefni og við hefum mjög gott samstarf við þátttakendur okkar sem eru þið örugglega mörg hafi gefið blóð og upplýsingar ykkur í okkar rannsóknir og það sem við gerum við þetta er að við skoðum bara arfgerðir þátttakendur okkar og berum svo saman og finnum út orsakir, alls konar sjúkdóma og ég ætla nú að fara hratt í gegnum þetta. En þetta er ekki bara sjúkdómar, við erum líka að skoða langlífi til dæmis, hárlit og augnlit og bara almennt svipgerðir og þetta er bara grunnrannsóknir í erfðafræði og líffræði. Þetta er svona eitt af þessum ættartrjám þar sem að þið sjáið dökku dílarnir eru fólk sem hefur náð yfir 90 ára aldri og við getum að rakið saman þá sem eiga einhverju sameiginleg einkenni til að mynda langlífi eða hjartaáfall eða hvað sem er og síðan þeir eiga sameiginlega forföður einhverjar 7 kynslóðir aftur í tímann og þetta grúpperast innan fjölskyldna eins og smart og við erum að skoða bara rauninni alla þekkta sjúkdóma á Íslandi. Nú, en að styrkjónum, þessi spurning sem ég fékk, hvers vegna gengur okkur svona vel að sækja þessi styrki og það er eiginlega tilgangurinn að svona veita ykkur þá einhvern innblástur eða eitthvað svoleiðis. En það er algjört grundvallaratriði að vera með góða rannsóknaráætlun, gera góð vísindi og umsóknirnar eru náttúrulega dæmdar eftir svona kúnstannarreglum og það rankar mjög hátt
hvort að þessi rauninni bara scientific excellence. Nú þetta skiptir miklu máli rannsóknaráætlun sjálf, sko, hvernig verknaðurinn er framkvæmdur og það þarf að vera trúverðugt og líklegt til árangurs og að það sem er verið að gera raunverulega hafa einhver áhrif og skiptir einhverju máli. Og við erum svo heppin að þetta skiptir heilsa töluvert miklu máli og þess vegna erum við að fókusera svona mikið á rauninni sjúkdóma en ekki svona ég ætla ekki að segja ómerkilegri svipgerðir en það er rauninni það sem drífur okkur áfram að við viljum hafa áhrif til góðs á samfélagið í heild sinni með því að auka þekkingu á orsökum sjúkdóma. Og okkar sérstaða hefur og rauninni það sem þetta fyrirtæki sem við höfum sett saman okkur hefur tekist bara nokkuð vel. Við erum bara framalega á okkar sviði á heimsvísu sem gerur okkur að eftirsóknarverðum samstarfsaðilum og það mikið af þessu batteríu öllu hjá Evrópusambandinu snýst það að ýta undir og hvetja til samstarfs innan Evrópu til að gera Evrópu samkeppnishæfari út á við og bæta líf Evrópubúa og þannig að það að við skulum vera í þeirri stöðu að vera eftirsóknarverður samstarfsaðili inn í að gera okkur rauninni auðveldara með að koma inn í svona áætlanir sem að miða að því að auka samstarf. Þar að ekki erum við SMI og það er mikil áhersla lögð á Industry Academia samstarf og stór hluti af budgeti rammaáætlananna fer á að renna til SMI og það er heppilegt að háskólar sem að stunda grunnrannsóknir eiga kannski ekki mjög marga kosta að velja þeir eru að leita sér að industrial partnerum á þessu sviði þannig að við sjálfsögðu högnumst á því að það er ekki mörg fyrirtæki sem eru að stunda grunnrannsóknir í erfðafræði það sést kannski líka bara á balansítun okkar að þetta er kannski ekki sérstaklega mikil svona gróðar á von í þessum business hingað til allavega en við vonum að það breytist en samvinna er algjört lykilatriði og vilji til samstarfs fólk þarf að vera tilbúið til þess að vinna með partnerunum sínum það er ekki nóg að hitta menn og búa til eitthvað konsortium og tala svo ekki saman bara vinna hver í sínu horni þetta er mjög mikilvægt að þessi raunveruleg samvinna þar sem að báðir aðilar eða allir aðilar runni hagnast og þar með samfélagið í heild sinni og til þess að það geti gerst að það þarf að vera traust, það þarf að vera bara vinskapur hreinlega, þú þarft að þekkja fólki sem þú ert að vinna með og við erum náttúrulega svona sérhæft fyrirtæki og mikið okkar starfsfólki búið að mennta sig erlendis og kemur þar leiðandi með sitt tengslanett inn í fyrirtæki og svona þannig að við svolítið svona högnumst á því að menn þekkja aðra vísindamenn út allan heim þetta eru bæði Íslendingar og fólk erlendis frá og svo höfum við náttúrulega bara sjálfsögðu eignast fullt af vinum í gegnum þessi verkefni sem við höfum tekið þátt í það þarf ekki að vera annað heldur en bara hittast á svona fundi og hvað sem er hér eða í Brussel eða einhvers staðar og kynningafundum og menn hippi hvern annan og spyrja hvað þeir eru að gera og já, ert þú að skoða hjartasjúkdóma við erum mikið á því við getum kannski gert eitthvað saman og svo bara byrjar þetta þannig það þarf ekki að vera flókið en sjálfsögðu svona stuðningsnet eins og Gauti og þau eru með hjálpa mjög mikið og svona gerir fólki auðveldara með að stíga fyrst skrefin en svona þegar að maður er komin inn í þetta þá einhvern veginn rúlar þetta bara sjálfkrafa að menn vilja halda áfram að vinna með góðum samstarfsaðilum og ef þú deliverar því sem þú kemur með inn í samstarfið þá vilja menn vinna með þér aftur og þannig að þetta svona verður sustainable smá saman eða með standards almennilega Nú, þriðja kannski atriði er sem að gera okkur svona hefur reynst okkur vel er að styðja við vísindamennina
sem eru vísindamennir eru náttúrulega aðalatrið, þeir eru að fjármagna sína rannsóknir og stuðningurinn það er náttúrulega stuðningsnet á landinu hjá Rannís og svoleiðis en við höfum líka byggt upp bara þekkingu innan hús sem að rauninni er samnýtt það er mikið af okkar fólki eru semst í eru revíórar á grantaumsóknum þannig að ég algjörlega sammálaði mjög góð leið til þess að kynnast kerfinu það er bara að skrá sig og þá einhvern veginn svona kemst maður inn í andrúmsloftið lærir á það og sömulegis sko svona að óta að vísindamönnunum hvaða köll og tækifæri er í boði það er líka mikilvægt og náttúrulega gera þessar umsóknir þetta er náttúrulega svolítið torf og þannig að leið og maður er búin að gera þetta einu sinni að þá eru auðveldara að gera þetta aftur og þetta endurnýta texta og umsóknum sem er hafnað eins og sem talar að það er bara maður bara tekur kritikina og bætir það sem þarf að bæta og sækir aftur og við erum að sækja á fleiri staði í mismunandi prógram runni sama grunnkonseptið aftur og aftur vegna þess að við erum frekar sérhæfð, við erum að skoða mismunandi sjúkdóma þannig að við getum notað endurnýtt textan hvort sem það er úr umsóknum sem hafa verið veittar eða hafa ekki verið veittar og algjörlega nota kritikina og bæta bara í næstu lótu en til þess að þetta einhvern veginn sko gerir sig að þá þarf þetta einhver ástæða til þess að drífa þetta áfram og hann getur sjálfsögðu verið fjárhagslegur það er gott að geta fjármagna það sem maður þarf að gera það er eiginlega nauðsynlegt en þetta er náttúrulega ekki þetta er aldrei neitt gróði í þessu þetta er alltaf bara framlag inn í það sem inn í verkefnið sjálf og mismunandi náttúrulega eftir köllum og verkefnum hversu stórt það framlag er og við höfum við erum svo óheppin að vera ekki að skila miklum hagnaði sem fyrirtæki þannig að þetta er svona neyðin kennir nættri konu að spinna við höfum svolítið orðið að vera kreatív í að sækja okkur peninga en það hefur gengið í öll þessi ár bankarnir hrunda á undan okkur þannig að það var svona ágætt að því leitum til kannski ekki það var ekki en vísindamennirnir sjálfur hafa náttúrulega gríðarlega metnað þetta er bara fólk sem það sem fær það til að tikka eru vísindin og þau vilja náttúrulega bara fá tækifæri til þess að sanna sig og sýna hvað þau geta og gera samfélaginu gott, nýta menntunina og hafa metnað til þess að skara fram úr sínu sviði og til þess að gera það þá þurfum þau bara einfaldlega fjármagna rannsóknirnar það er bara svo einfalt og fyrirtæki sömuleiðis ef við ætlum að verða einhvern tímann takast að markasetja okkar hugvit og vöru sem að verða til úr okkar vinnu þá þarf þetta þarf fjármagn þannig að þetta er svona það sem ég sé sem helstu svona grundvallar skilyrðin fyrir því að fá þessa styrki sem maður sækir í og þessir styrkir þeir bara eru þarna og bíða eftir að við förum og sækja það og það gildir í rauninni fyrir held ég öll svið og ég tek alveg undir með Sveini að það er að nýta þessa sérstöðu sem við höfum við erum að nýta okkar sérstöðu og okkar sviði og þeir sömuleiðis og þetta er grundvallaratriði að finna sérstöðuna og nýta hana á alla kanta hvernig gerum við þetta? Við skipleikjum okkur þannig það er nú aldrei verið það fer ekkert á milli mála hver ræður í okkar fyrirtæki þannig að það er ekki verið mikil hefð fyrir skipuritum það er bara einn hani í kofanum þannig að
en við erum sérst að stunda rannsóknir og öll okkar starfsemi miðar út frá því að svona styðja rannsóknirnar. Þetta eru deildirnar í fyrirtækinu, svona flestar, held ég ekki gleymt nefni. Og þessi eining sem að ég svona veiti fórstöðu grantadeildin, undir því nafni, og við svona samhæfum aðgerðirnar að þessum, hvað var þessa styrki, bæði umsóknirnar og náttúrulega reksturverkefnanna. Og þetta er 5 starfsmenn núna. Þetta er náttúrulega sérhæfð þekking og hefur svona smá saman að byggjast upp eftir sem að umsvif okkar hafa aukist í þessu batteríu öllu. Ég nú sjálfur tiltölulega ný farin að skipta mér að þessu en reynda búin að vera lengi á fyrirtækinu, en ég þekki þetta nú þaðan. Björgvin Richardson nú búin að vera í þessu, veita þessu forstöðu og byggja þetta upp. Hann reynda með okkur núna. En þetta náttúrulega mjög mikilvægt að svona styðja við þetta allt saman. Á ekki bara að fara skrolla í gegnum þetta svona. Já, svona umsóknirnar sjálfar, þetta er í prinsipinu mjög einfalt. Þetta er bara lýsing á því sem á að fara að gera. Hverjir það eru sem ætla að gera verknaðinn og hvað það kostar. Og eina sem rauninni þarf að gera er bara að finna prógramið, kalla inn samstarfsaðilina og skrifa síðan inn í þetta, og það er til náttúrulega fullt af leiðbeiningum með það. Og það þarf svolítið að setja sig inn í lingóið og fara inn á þessar síður og skilja hvað Evrópusambandið er að kalla eftir og svona ná þeim vinkli einhvern veginn inn í rannsóknaráætlunina. Það hefur svona reynst okkur vel. Þetta eru svona listi yfir verkefnin sem við höfum unnið að. Þarna sjáum við, ekki til að sitja. Það eru kennir ýmissa grasa, en aðalmálið er kannski nafnalistin hérna. Þetta er fólki sem að vinnur að þessu. Og hvað er það sem við fáum út úr þessu? Við gerum uppgötvanir. Við höfum fundið fullt af erfðafræðilegum breytileikum sem valda sjúkdómum eða hafa áhrif á sjúkdóma. Og það sem við gerum er að gefum tilbaka, er að við birtum og auðvitað allar okkar niðurstöður í vísindatímaritum og þar með kontribútum inn í samfélagi. Þannig að þetta er nú svona það sem ég vildi sagt hafa. Áður en að Gauti gefur mér rauða spjaldið. Takk fyrir.